Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að halda áfram að ræða hinsegin fólk og umræðu það og ekki síst ummæli Snorra Mássonar, þingmanns Miðflokksins. Það má segja að í gær þá hafi hálft samfélagið lagst á hliðina í viðbrögðum eftir Kastljóssþátt í fyrrakvöld og þarf að kynna þann þátt mikið fyrir ykkur. En það eru náttúrulega mörg sjónarmið sem hafa verið rædd og óhemmi mikill fjöldi Íslendinga sem hefur skrifað greinar í kjölfar þessa viðtals. Og nokkrum dögum fyrir þetta viðtal var töluverð umræða líka vegna ummæla Snorra að kynin væru bara 2, honum fyndist að þau væru bara 2. Og ég ræddi til dæmis við transkonu hér á samstöðinni í síðustu viku. Og fjölmiðlar hafa verið nokkuð iðnir við að sinna þessum álitamálum og í dag ætlum við á samstöðin að reyna að auka þekking okkar með því að ræða við foreldri trans einstaklings. Þórgnýr Dýrfjörð, þú heyrir í mér, ekki satt? Jú, ég heyri þér. Þú býrð á Akureyri, ert heimspekingur og ert nú allavega hluta þjóðarinnar að góðu kunnur vegna starfaðina hjá Akureyrarbæ. Og þú varst í hópi þeirra sem að skrifa þér grein í þínum tilviki á Facebook, kannski fórum víðar á samfélagsmiðlum, ég veit það ekki, og þú hefur þá grein með því að segja það veldur umtalsverðri vanlíðan hjá okkur sem erum aðstandendur transfólks að hlusta á vanstilta orðræðu þessa manns, og þar áttu við Snorra, og sjá undirtektirnar sem hann fær. Eigum að byrja bara þarna, hvernig vanlíðan og hvers vegna? Já, sko, í okkar tilfelli, sko, sögurnar eru jafnmargar og transfólkið margt auðvitað, en í okkar tilfelli þá það kannski ekki síst vegna þess að sagan svo farsæl. Þetta hefur gengið svo vel hjá transstráknum okkar. Já. Og einhvern veginn ekki margir veggir eða hindranir sem að við höfum rekist á eða hann á leiðinni, auðvitað margar áskoranir eins og bara segir sig sjálft. Já. En svona, þú veist, móttöku samfélagsins, móttöku fjölskyldu, vina og miklu stærri hóp sem það hafa verið svo fallegar. Einmitt. Og bara gríðarlegur styrkur fyrir strákin okkar að finna þennan mikla meðbyr. Já. Af því þetta stór og mikil ákvörðun að koma út úr skápnum sem trans. Einmitt. Og á sér langan aðdraganda. Já. Þegar að við finnum eða svona þykjum skynja eitthvað sem að mætti kalla og held ég bara klárlega bakslag. Já. Eins og birtist í þessum þætti og svona í orðræðu Snorra vikuna á undan. Já. Að þá fer hann og kannski ekki síst vegna þess að, eins og ég nefndi í þessum stutta pistli, að undirtektirnar eru sorglega miklar. Það sér maður, maður sér það margir sem hafa sagt ég hef hvergi orðið var við það einhvern veginn að þessi tekið undir þetta, en maður þarf aðeins að bara skoða málið og kíkja á hvað þeir segja sem að voru ánægðir með Snorra. Já. Og þá kemur það berlega í ljós og vanlíðanin náttúrulega bara eins og hún hún að hluta til bara líkamleg, eins og hún verður oft, bara mikil óþægindi. Bara högg í magann. Já, í raun, sko. Já. Og það sem gerist auðvitað maður fyllist bara áhyggjum yfir bara velferð þessa fólks sem að í hlut á. Já. Og þó maður auðvitað voni og svona hefur sagt sjálfur sér iðulega að þetta hljóta að vera bara
hávær minnihluti og við vitum það þetta að löggjöf og umhverfi og aðstæður hinsegin fólks á Íslandi eru frábærar á flestu leyti og þá þetta vanlíðan kemur til kannski líka vegna vonbrigða. Já, ég trúi því. Og ég myndi helst ekkert vilja vera í þessum þætti hjá þér. Nei, ég skil það. Og mér veist þú sína ákveðið hugrekki með því að stiga fram, þannig að ég þakka þér fyrir það. Ég veit að líka strákurinn þinn sýnir hugrekki bara með því að gefa þér heimild eða vera því samþykkur að við ræðum þessi mál. Hvernig líður honum? Við höfum ekki rætt bara hans afstöðu að líðan eftir þennan þátt. Nei. Ég held að honum finnist bara frálegt eins og flestum öðrum sem er í kringum mig, en við höfum ekki rætt það sérstaklega. Nei. Þannig að ég var bara að tjá mig og bara að tjá mig sem aðstandandi og með þá reynslu sem að ég hef sem aðstandandi og þykist ekki vera sérfræðingur í málum transfólks. Nei. En auðvitað kannski stend einhverjum fetum framar heldur margir þeir sem bara tjá sig hafandi gengi í gegnum þessa reynslu með strákum okkar. Já, heldur betur. Sko, næst ræðir þú að Snorra hafi verið treystandi til að sitja á Alþingi Íslendinga og margir aðrir ræða það að það skipti svolítið máli hver talar og hvernig og þú segir að hann virðist lifa í algjörri forréttindablindu að hann skilji ekki hugmyndina mannréttindi og gerist sekur alvarlega vanþekkingu meðal annars á gildandi lögum. Já, ég held að kannski var það þegar allt kemur til alls. Það sem ég fannst kannski ég vil ekki segja vanta, en ég hafði ekki séð koma fram í þeirri umræðu sem ég hafði fylgst með eins og mjög margir í gær, eins og þú lýstir því áðan að internetið á Íslandi fór svolítið á hvolf og reyndar ánægilega bara gríðarlega samstöðubylgja sem kom fram í kjölfarið. Einmitt margt mjög jákvætt líka, Já, gríðarlega gríðarlega jákvætt og bara mikill styrkur ábyggla fyrir alla í samfélaginu að finna þessa öldu sem reis. Einmitt. En það sem mér fannst kannski vanta og birtist líka í spurningunni, ég man ekki hvernig ég orðaði hana, hvað ætlast hann fyrir eða hvaða vandamál ætlar Snorri að leysa með þessum málflutningi. Mér fannst kannski pínlítið vanta það svona sjónarhorn og þarna skiptir einmitt meginmáli, hann er þingmaður. Hann er ekki bara Jónína bifvélavirki sem að ræðir þetta á kaffistofunni svona í góðra vina hópi og hefur mögulega sömu skoðanir og Snorri virðist hafa. En hann er í aðstöðu til þess að breyta orðum í aðgerðir eða stuðla að því sem þingmaður, og hann getur í krafti þess lagt fram, þingsályktunartillögur, hann getur reynt að tala því fylgi að lögum verði breytt og svo framvegis og þetta setur orð hans í algjörlega annað samhengi og ábyrgð hans verður svo gríðarlega miklu meiri á orðum sínum. Og þetta auðvitað bara, ég myndi vilja spyrja hann hvað ætlastu fyrir, vegna sem við venjulega þegar við hlustum á stjórnmálafólk þá gerum við ráð fyrir því að þeir eru tjá skoðanir sínar þá séðum leið að tjá mynd af einhverju samfélagi sem þau sjá fyrir sér. Annarkvort eru þau að styðja við eitthvað sem er ríkjandi og við búum við eða þau eru að tjá sig eitthvað sem þau vilja breyta. Og þetta getur verið auðvitað bara eins og við þekkjum hvaðina. Í þessu tilfelli er þetta hinsegin fólk. Og þá hljótum við að spyrja hvað ætlastu fyrir? Hyggstu beita fyrir lagabreytingum, hyggstu draga úr réttindum einhvers fólks. Og það er auðvitað mikið búið að höggva í þetta sem að Snorri segir þegar hann segir ég trúi því að kynin séu bara 2. Og það skiptir engu máli fyrir umræðuna hverju Snorri trúir það nema hann ætla að gera eitthvað við það.
ef hann bara að segja okkur þetta, þú veist, bara eins og ég myndi segjast trú á álfa, Já. skilurðu, það hefur, jú, það einhvers konar upplýsingu gildi hverju ég trúi, en það hefur ekki áhrif á nokkuð skapaðlut og breytir einhverju. Nei. Og ef hann bara tjáð þetta með sama hætti, ef að segja bara þeim sakleysislega hætti sem hann segir stundum að hann sé að tala, þá hefur þetta enga merkingu. Nei. Þetta hefur enga merkingu fyrir kynsegin einstaklinga. Nei. Enga, og bara skiptir engu máli, og hann, þú veist, það skiptir engu máli hvað fyrsti þingmaður Norðurlands kjördæmi eystra heldur fjölda kynja. Það bara nema að hann ætla að gera eitthvað við það. Já. Nema hann ætla að beita pólitískum áhrifum sínum til að breyta samfélaginu einhvern veginn. Þá fer hann. Já, einmitt. Þá sem að fer hann. Og þú veist, hann á að þekkja lög um kynrænt sjálfræði og hann á að þekkja lög og reglur um hvað fólk má og hvað fólk má ekki ef það sem sagt er trans í samfélaginu. Já. Og ætti auðvitað tjá sig í samræmi við það. Hann hefur ekki þá þekkingu sem transfólk hefur að hafa gengið í gegnum langferli og flókna og erfiða ákvörðun og hugrakka ákvörðun að koma út. Ég veit ekki alveg hvað hann hefur sína þekkingu og ég ætla ekki kannski að orðlengja ómikið það, en annar sonur minn segir stundum að hann orðar það svona að hann á tilfinningunni að fólk hafi YouTubeað yfir sig. Já. Og ég ætla ekki og það er, þú veist, það er mikið talað um það að við séum að flytja inn skringilegar hugmyndir til dæmis frá Ameríku. Já. Hann er náttúrulega kallaður litli Trump, hann Snorri eftir sumt af því sem hann segir. Þetta er ekki alveg, ef Snorri ætti alla peninga alheimsins, þá hafa sumir bent á ákveðin líkindi með orðræða hans og Trump og hvernig Trump brýst til valda með því að hafa það til reiðra jaðarsettra einstaklinga fyrst og það er búin til einhver ímyndaðar óvinnur. Það er sjálfst ekki út í bláinn, ég ætla ekki að hafa ómikla skoðun á því. Nei. En þetta skiptir máli og jú, þú nefnir Trump og Bandaríkin og þar höfum við bara dæmi þar sem að orð og hugmyndir er breytt í aðgerðir, í pólitískar aðgerðir. Bara fjöldamörg dæmi að eyða orðum sem snúast transveruleika út úr stjórnkerfinu, út úr skýrslum og skjölum og út af heimasíðum. Að finna trans fólk í hernum, í bandaríska hernum, að finna það og reka það. Það er bara dæmi hvernig orð og hugmyndir er breytt í aðgerðir. Og ég veit að Snorri í þessu tilfelli hefur ekki talað þangað. En ég fylgist með fólkinu sem að hrópa húra fyrir honum. Og það hefur kannski ekki, það hefur ekki reist sömu girðingar og Snorri segist hafa reist í kringum sínar hugmyndir. Og þar bara blómstarar hæðni og háð og spott og vanvirðing. Já, tilfinningakuldi, svona skortur og tilfinningagreind og virðingu gagnvart öðrum. Já, og ég sé að hann talar inn í hennar hóp. Ég veit hann segist ekki ætla að gera það ógagn. Ætla sér það, en það er bara það sem hann gerir. Og þess vegna er þetta bakslag. Já, þess vegna er þetta bakslag. Já. Sko, svo er forréttindablindan hún eins og margir hafa bent á meðal annars þú að hann snýr þessu einhvern veginn upp í það að hann sé fórnarlambið. Er það ekkert alltaf langt gengið svona miðað við? Jú, og þessi umræða að samtökin 78 sé að taka yfir umræðan og alltaf eiga hana á stjórninni og eitthvað sem er bara ekki satt. En auðvitað vill samfélag hinsegin fólks leiða umræðum sína eigin framtíð. Það bara segir sér sjálft og ég þetta að Hörður Torfa sem að bent á það að ef við hefðum ekki tekið þann pól í hæðina þá væri ekki Íslands samfélag sem að er í dag. Og þetta bara segir sér sjálft og ég leyfi mér nú að taka þarna samanburðardæmi í mínum stuttapistli á Grænlendingum og spyr bara á Trump að leiða umræðan framtíð Grænlendingum. Já, mér finnst það nýttið því þér. Auðvitað ekki og bara segir sér sjálft og við þekkjum þetta sem sagt er ekkert okkur án okkar. Nei. Og ég held
oft langar mig bara að segja við fólk sem hrætt, af því að ég held að mjög oft sé undirliggjandi einhvers konar ótti. Ótti að barnið verði trans, eins og sagt eða dóttirinn eða sonurinn, og ótti við að fræðsla í skólum sé smitandi. Alls konar fráleitar hugmyndir sem valda ótta, og við vitum það ótti mjög oft óskynsamlegur og ástæðulaus. Ég held að það væri bara miklu hollara fyrir fólk og sérstaklega fólk í áhrifastöðum að færa sig nær samfélagi transfólks, ná kannski bara millilegalausu samtali sem ekki endilega í fjölmiðlum og bara fræðast og spurja. Ég alveg handviss að í þessu tilfelli yrði Snorra Másinni vel tekið ef hann leitaði eftir beinni og millilagalausri þekkingu. Og það væri þá hægt að fara gegnum áhyggjuatriðin og áhyggjumálin lið fyrir lið og af yfirvegun. Og það sem mig langar oft að segja, það var það sem ég ætlaði að koma við fólk sem ég finna órólegt eða óttaslegið. Það langar mig stundum bara að segja þetta verður allt í lagi. Þetta verður allt í lagi. Og það það sem maður finnur þegar maður sjálfur gengur í gegnum þessa reynslu. Að einhver manni nákominn, það kemur ljós að hann trans eða hann hinsegin. Og að þá bara, það ekkert mál. Hvert vandamálið? Og þess vegna spurði ég líka, hvaða vandamáli Snorri reynir að leysa? Já. Varstu aðeins að koma inn á það áðan að í huga einhverra hópa eða einstaklinga gæti þess misskilningsrangkomindar eða ég veit ekki hvað að kalla það að ef umburðarlyndi sé of mikið innan gæsalappa þá í huga sumra ýti það undir að krakkar dansi í einhverju tilraunastarfsemi eða eitthvað svoleiðis. Það sem liggur aðeins undir því sem þú varst að nefna þaðan? Já, þú veist, þetta bara einhver forneskja mitt að það að vera hinsegin sé með einhverjum hætti smitandi. Já. Og það aldrei þannig að krakkar sem spurja spurninga sína kynvitund, það aldrei þannig að það sé stokkið á einhvern vagnum að það já, greinilega, þú veist, lesbía eða skilurðu, það aldrei þannig. Og þetta langt ferli og það enginn sem gefur sér neitt strax í upphafi og það bara þessi gamli ótti að einhvern veginn, ég nota orðið smitandi, það sama orð og samtökin nota þegar þau að tala þetta, það þessi fyrra ótti við að barni mitt eða, já eins og ég segi áðan, barnabarni mitt verði fyrir þessu eða hvernig sem það orðað. og auðvitað bara svo fráleitt. Það eins og ímynda sér að með því að sitja við hliðina á örvhentur nemanda þá gæti þú orðið fyrir því að verða örvhentur líka. Þetta bara algjörlega fráleitt hugmynd og já, fráleitt. En það mjög margar svona, já bara, þú veist, flughræðsla óskynsamleg tilfinning. Bara gríð, en við höfum hana samt ef við erum flughrædd. Og það getur verið mjög erfitt að uppræta óskynsamlega tilfinningar sem við höfum og það sem maður auðvitað óttast í því samhengi sem við erum að tala að það eitthvað svæði á milli þeirra sem eru hvað harðastir í garð transfólks í þessu tilfelli og svo hinna sem eru búin að komast að því eins og ég og svo margir fleiri. Þetta bara allt í lagi. Já. Það svo margir þarna á milli og það sem við höfum ágjör að vera með ítrekkuðum og endurteknum fordómum að þá muni mögulega fjölga í hópi þeirra sem eru haldniðin og taka undir þá. Og þess vegna var ég nú að skrifa. Og það var mér eiginlega þvert geð. Já, ég hef sjálfur verið óviss með bara svona einmitt persónulega ábyrgð fjölmiðla fólks hvenær maður sé að fita púkan og hvenær maður sé
með málefnalega dagskrárgerð þar sem maður horfir til varðhundshlutverksins eða eftirlits- og aðhaldshlutverks fjölmiðla sem svona megin skyldu. Það hefur eitt af því sem þú kemur ekki inn á það í þínu pistli, en eitt af því sem hefur verið mikið rætt, það er sko umræðu stjórnunin þarna í fyrrakvöld, að bent hefur verið á að ef þarna átti að sýna vondum hugmyndum aðhald eða leiða saman ólíkar hugmyndir út frá eftirlits- og aðhaldshlutverkinu eða varðhundshlutverkinu, þá hafi kannski önnur röddin fengið að verða dálítið mikill þokulúður og þetta spyr allt spurninga. Það er svo sem ekkert einfalt sko að svara þeirri spurningu hvenær á að fjalla svona mál og hvernig. Ég held að flestir átti sig á því. Nei, og ég svo sem hef ekkert endilega tekið sterkt undir með þeim sem fordæma þáttinn. Alls ekki. Og mér fannst fulltrúi í samtakana bara standa sig vel og ég vildi alveg hafa hennar þekkingu og ég hefði bara verið stoltur af því sem að hún kom þó á framfæri. En þetta auðvitað endurspeglar, og ég segi eins og frændi minn, Birgir Dýrsen, sem skrifaði skemmtilega pistil þetta á vegginn hjá sér. Ég held, ég var svo sem ekki búinn að gera það upp fyrir mig, ég held að þátturinn hafi verið betur sýndur en ekki. Ég held að það hafi verið betra að hann fór í loftið en ekki. Og ég held að hann hafi skilað auðvitað þessari samstöðubylgju og heilmikilli upplýsingu af alls konar toga. Og ég segi bara bæði fólk sem er trans sjálft, aðstandendur og alls konar stjórnmálumenn og svo framvegis ruddust fram á völlinu og sögðu sína skoðun. Þannig ég held að hann hafi verið betur sýndur, en þetta er auðvitað þegar umræðan kemur að, þú veist, einföldum hugmyndum, að vilja heimurinn sé einfaldur, að vilja ekkert sé flókið, að hlutirnir séu annarkvort svartir eða hvítir, að kynin séu bara tvö og svo framvegis. Þá verður, einmitt, þú sagðir ekki þokulúður, þá verður það oft mjög hávært og einstrengislegt. Og mér minnist þetta að einhvern tímann var ég ferðamaður í borginni Gdansk í Pólandi. Og við göngum fram á fjöldamótmæli bara þar í aðalgötunni, í stóru göngugötunni þar. Og við tökum eftir því að fyrst göngum við gegnum hóp þar sem að menn berja trommur og kalla eitthvað og hópurinn tekur undir með svona einhverjum skonar forsöngvara eða forkallara. Svo göngum við þarna einhverja 50 metri viðbót og þá er það greinilega einhver annar hópur sem er algjörlega öndverðar skoðanar. Sá hópur stendur upp á palli og er með hljóðkerfi og einhver að halda ræðu og einhver að útskýra eitthvað greinilega í löngu máli. Og ég var dálítið forvitin bara hvað, að því ég tala ekki pólsku og skildi ekki hvað þarna fór fram. Þannig að ég endaði með að snúa mér að einum þáttakanda í þessum lágværari hópi, þar sem menn voru greinilega meira að reyna að ræða málið og spurði bara hvað snýst þetta. Og þá snerist þetta náttúrulega kynfræðslu í skólum. Það sem annar hópurinn var að fara fram á að hún yrði bönnuð. Og hinn hópurinn var að tala máli hennar. Þú getur ímyndaði hvor hópurinn var þessi háværi, hvor hópurinn var með slagorðið, hvor hópurinn var með stóru trommuna. Það var sá sem vildi banna. Sem vill að veruleikinn og vill að samfélagið sé einfalt. Og ef það er ekki einfalt þá býr það til einhvers konar ógn í hugum fólks. Sem að langoftast er ástæðulaus. Eins og í okkar samhengi hérna og það sem við erum að ræða. Minnum á það þegar mér var hent út úr pólskri kirkju af því að ég var í ból sem var skreyttur femínísku tákni en var misskilið sem einhvers konar satanismi. Aha, einmitt. En já, ég ætla svo sem ekki að halda þér mikið lengur en kæra þakkir fyrir að spjalla við okkur, Þórgnir. Þú segir þegar fólk í valdastöðum kyndir undir fordómum og vanþekkingu gagnvart hinsegin fólki þá veldur það ótta og áhyggjum öryggi þeirra og frelsi til að lifa sínu lífi
og ég held við getum bara langflest tekið undir það og þú segir að það sé rosalegt að sjá kjörin fulltrúa og Alþingi standa fyrir slíku og spyrðan hvaða vandamál hann leysir með málflutningnum. Oft það þannig að þeir sem tala eins og Snorri, þeir eru með helga bók í hendi og vitna í einhverjar valdar kennisetningar úr Biblíunni. Í gær gerist það að gríðarlega margar stofnanir ríkisins og þar á meðal biskup Íslands fordæmir þetta með mjög ákveðnum hætti. Það eru dæmi að fólk, ég las það á internetinu í gær, að fólk sem gekk úr þjóðkirkjunni fyrir áratugum út af einhverjum hneykslismálum, það skráði sig aftur inn í þjóðkirkjuna í gær meðal annars vegna viðbragða biskups og landlæknisembættið og svona margir sem hafa stigið mjög þungt til jarðar. Já. Það svona maður veltir því aðeins fyrir sér hvort í svona scenaríói þá komi það fyrir að skotið hlaupi aftur úr byssunni. Já, það getur alveg verið og ég spyr hvaða vandamál Snorri ætlar hann sér að leysa með þessum málflutningi. Ég gef mér hann sé ekki að reyna að leysa neitt vandamál. Nei. Ég skrifa ábyggilega í pistlinum, ég hélt ekki. Og það skilur mig auðvitað eftir með það ályktun að hann sé í raun og veru að búa til vanda og skapa vanda þar sem hann ekki. Búa til úlfu þar sem hún þyrfti ekki að vera og svo framvegis. Og ég ánægður með þær stofnanir sem sýndu þennan skýra lit í gær og þú getur eins og getur rétt ímyndaðir þá ég gríðarlega ánægður með biskupinn okkar og í raun og veru alla hennar framgöngu, ekki kannski bara í gær. Ég ekkert vissum, eins og ég sagði áðan, ég þar að þessi þáttur átt að fara í loftið og hann var erfiður og þungur og óþægilegur og líka vegna þess að jafnvægið í honum var ekki gott. Umræðulega séð. En já, biskupinn okkar er frábær og glæsilegur. Og mögulega gæti heilmargt gott komið út úr þessu. Við allavega leyfum okkur að vona það. Já, og ef ég má bara rétt bæta við það, því að það nú svona, það glittir mjög hratt í og við sögðum þetta, ég man ekki hvort við ræddum það svona hvernig við nefndum það að þingmaðurinn svona stillir sér upp í einhvers konar fórnarlambshlutverki. Og það glittir í það að svona þessi viðbrögð sem komi fram séu undanfari einhvers konar þöggunar þá í hin áttina. Ég upplifði alls ekki þannig. Það enginn að banna neinum að tjá sína skoðun. Það bara verið að fara fram á þessi hlusta á fólk sem hefur persónulega beina reynslu og reynslu sem sérfræðingar af málefni hinsegin fólks og sérstaklega trans. Það eina sem verið að fara fram á. Það ekki verið að banna neinum að tala. Og mér finnst akkur í því að þín rödd hafi fengið að heyrast sem aðstandanda. Það er ansi margt sem við vitum ekki en langflest er í þá áttina held ég hjá langflestum okkar að okkur finnst að fólk eigi að fá að vera eins og það er. Nákvæmlega. En Þórgnýr Dýrfjörð, kæra þakkir fyrir þennan Zoom-fund okkar hér á milli norðurs og suðurs og gangi þér og þínum allt í haginn og já, og takk kærlega fyrir þetta spjall. Takk sömuleiðis. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.